Velkomin á 338. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér með fundinn og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki þá langar mig til að óska eftir að bæta einu mál á dagskrá. Það er mál númer 10, 25.03.093, aðalskipulag Ytra Seljaland, Bollavellir og aðri liðir færast þá eftir því. Þeir sem samþykkja að bæta málinu við gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Áður en við byrjum á dagskráni þá ætla ég aðeins að fara yfir þá sem eru hér með okkur í fundarsalnum í dag. Anton Kári Halldórsson, Elvar Eyvindsson í fjarveru Árnýjar Hrundar Svavarsdóttur, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Guri Hildad Ólafsson í fjarveru Lilju Einarsdóttur, Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson og sá sem hér stendur Tómas Birgir Magnússon sem stjórnar fundi, Margrét Jóna Ísarsdóttir ritar fundargerð og Sigurmundur Páll Jónsson sér tækni og útsendingamál hér í dag. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er að vanda minnisblað sveitarstjóra 15. maí 2025. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Að venju ætla ég að renna hérna yfir minnisblað sveitarstjóra sem lagt fram á þessum fundi 15. maí 2025. Að venju stikla ég hér á stóru nokkur af þeim helstu verkefnum sem við hjá Rangárþingi eystra og aðrir í sveitarfélaginu okkar höfum verið að fást við á undanförnu. Vorin eru talsverður annar tími í stjórnsýslu sveitarfélagsins þar sem lögð eru drög að framkvæmdum sumarsins. Það er stuttur gluggi til framkvæmda og misjafnt hversu vel hann nýtist. En þegar allir leggjast á eitt er nánast allt hægt og við höldum ótröð áfram inn í enn eitt framkvæmda sumarið. Stærstur hluti þessa minnisblað verður þó að mestu tileinkaður umfjöllun fjölmenningarhátíð sem nýlega var haldin hér hjá okkur í Rangárþingi eystra og mikilvægi fjölmenningar fyrir okkar samfélag. En við byrjum þó aðeins á umræðum krónur og aura. Hér á sveitarstjórnarfundi í dag er á dagskrá önnur umræða ársreikning sveitarfélagsins Rangárþings eystra fyrir árið 2024. Það er með sönn ánægja að standa hér og segja frá því að sjaldan eða aldrei hefur rekstur sveitarfélagsins komið eins vel út. Sveitarfélagið stendur gríðarlega sterkt og eru okkur allir vegir færir á næstu árum til frekari uppbyggingar og þjónustu við okkar íbúa. Að rekstur sveitarfélagsins skuli verið í eins góðum horfum og raun ber vitni er ekki sjálfgefið. Þar ber helst að þakka samheldinni sveitarstjórn í áætlanagerð og framfylgt áætlana og svo öllu því frábæra starfsfólki sem við búum yfir hér í Rangárþingi eystra. Þessi fádæma árangur er ykkur að þakka. Það er von mín að sveitarstjórn verði áfram einhuga í því við vinnum við fjárhagsáætlun næsta árs að íbúar í Rangárþingi eystra fá að njóta sterkra stöðu sveitarfélagsins með því móti að horft sé til lækkunar á álögur á íbúa og haldið sé áfram öflugri uppbyggingu innviða í sveitarfélaginu öllu. Upplýsingafundur sveitarfélagi í Rangárvallasýslu með forsvarsmönnum HSU var haldinn nú nýlega. Fundurinn var haldinn til að upplýsa sveitarstjórnarfulltrúa stöðu mála varðandi mönnun á læknum í Rangárvallasýslu. Lítið sem ekkert hefur gengið í að fastráða í læknastöður í Rangárvallasýslu, þrátt fyrir samheldni og fjölbreyttrar aðkomu sveitarfélagana. Haldið verður áfram að reyna að fastráða í stöðurnar, en ekki er líklegt fyrir en í fyrsta lagi í haust að komi til einhverja ívilnana af hálfu ríkisins til handa þeim sem taka sér störf í heilbrigðisgeiranum á landsbyggðinni. Þó svo ekki hafi tekist að fastráða í stöður eru 3 stöðugildir lækna mestmegnis mönnuð í Rangárvallasýslu fram á haust. Er að ræða bæði íslenska lækna og lækna sem koma hingað til lands á vegum norskrar ráðningarstofu. Það er einlægur vilji sveitarstjórnar að gera allt sem í sínu valdi stendur svo sé að fastráða í stöður lækna í Rangárvallasýslu og munum við ekki láta okkar eftir liggja hvað það varðar. Áætlað er að næstu upplýsingafundur HSU með sveitarfélögum í Rangárvallasýslu fari fram í september. Áfram heldur leikskólinn Aldan að vekja eftirtekt og aðdáun. Nú hefur leikskólinn okkar verið tilnefndur til hljóðvistarverðlaunanna. Verðlaunin eru veitt af Ísljóði, Íslenska hljóðvistarfélaginu, til ábyrgðar og rekstraraðila fyrir framúrskarandi hljóðhönnun bygginga og rýma. Dómnefnd á vegum Ísljóðs mun heimsækja Ölduna á næstu dögum og taka út hljóðvistina.
Þetta eru virkilega ánægjulega fréttir fyrir okkur og enn ein rós í okkar nappagat hér í Rangárþingi eystra fyrir einstaklega vel heppnaða hönnun og framkvæmd á nýja leikskólanum okkar. Við fögnum því að vera tilnefnd til þessara verðlauna og vonumst að sjálfsögðu til þess að hljóta verðlaunin þegar þar að kemur. Hljóðisbygginga er gríðarlega mikilvæg og ekki hvað síst í umhverfi eins og leikskóla, þar sem að mikið getur gengið á. Ég held að einfalt sé að fullyrða að framúrskarandi hljóðvist í leikskólanum okkar, Öldunni, sé stór partur af því að veikindi starfsfólks hafa dregist saman 50% frá því að leikskólinn tók til starfa í Öldunni. Það er til mikillar eftirbreytni og hvetur okkur í því að huga vel að starfsaðstæðum fólks í húsakynnum sveitarfélagsins. Rangárþing eystra hefur nú birt í fyrsta skipti auglýsingum úthlutun lóða innan þjóðlendna í sveitarfélaginu. Er að ræða lóðir á Emstrum og í Þórsmörk. Á auglýstum lóðum eru nú þegar mannvirki í eigu félagasamtaka. Allar lóðir innan þjóðlendna skulu auglýstar og öllum gefum kostur og sækjum þær að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Á næstu vikum verða fleiri lóðir auglýstar lausar til úthlutunar en það eru óbyggðar lóðir á sama svæði. Það verður fróðlegt að sjá hver eftirspurn eftir þessum lóðum verður, en í framhaldinu mun Rangárþing eystra gera lóðaleigusamninga við lóðarhafa. Sveitarfélagið er síðan skuldbundið því að ráðstafa því fjármagni sem verður til dæmis með lóðaleigu innan hverra þjóðlendu, til uppbyggingar innan hennar, svo sem í stígagerð og fleira. Ég hvet alla áhugasama til að kynna sér auglýsingar lóðirnar sem finna má á heimasíðu Rangárþings eystra. Nú nýlega var haldinn upplýsingafundur stöðu sorpbrennslumála á Suðurlandi. Fundurinn var haldinn af Sorpstöð Suðurlands í samvinnu við samtök sunnlenskra sveitarfélaga. Fundurinn var vel sóttur af áhugasömum sveitarstjórnarfulltrúum og starfsmönnum sveitarfélaga vítt og breitt Suðurland. Á fundinum voru ræddar helstu áskoranir á sviði úrgangsmála sem sveitarfélögin standa frammi fyrir og hvaða úrræði og lausnir í boði. Sorpstöð Rangárvallasýslu var með erindi á fundinum og kynnti hugmyndir sínar stöðu mála varðandi uppsetningu á brennsluofni á Strönd fyrir óendurvinnanlegan úrgang. Undirbúningur gengur vel, framlengt hefur verið viljayfirlýsing Sorpstöðarinnar og fyrirtækisins Sorporku uppsetningu á brennslustöðinni og verið að vinna í skipulagsmálum og umhverfismati. Nýr fræðslu upplýsinga og útsýnisstígur var formlega opnaður við Þorvaldseyri nú nýlega. Er að ræða samstarfsverkefni landeiganda, sveitarfélagsins, Kötlu jarðvangs og framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. Framkvæmdin öll ákaflega vel lukkuð og sýnir að með góðu samstarfi ólíkra aðila má ná virkilega góðum árangri í uppbyggingu ferðamannastaða. Umrædd framkvæmd eykur öryggi þeirra sem staðinn sækja heim verulega og einnig tekst vel til að gera staðinn áhugaverðan og lærdómsríkan fyrir alla sem þangað koma. Ekki skemmi fyrir að sennilega er eitt besta bakari á Íslandi við upphaf stigsins, Faxi bakari. En ég hvet íbúa og gesti í Rangárþing eystra til að kíkja við, labba stíginn, fræðast og fá sér svo kaffi og með því í bakaríinu. Lofa því að þar verður enginn fyrir vonbrigðum. En þá að svona stærsta máli þessa minnisblað, það er fjölmenningarhátíð Rangárþings. Fjölmenningarhátíð í Rangárþingi var haldin í Íþróttahúsinu á Hvolsvelli liðna helgi. Í einu orði sagt var stórfenglega hátíð að ræða. Fjölmenningarráð Rangárþings eystra bar hitann og þungan af skipulagi og utanumhaldi hátíðarinnar. Alls sýndu fulltrúar frá 13 löndum fjölbreytta menningu svæðisins að hátíðinni. Matur frá hinum ýmsu heimsálfum skipaði þar stóran sess og þvílíka veislan sem varð úr. Aðrar eins kræsingar hafa sjaldan eða aldrei verið bornar á borð í einu lagi hér í Rangárþingi eystra, þó víðar væri leitað. Við í Rangárþingi eystra erum svo sannarlega rík af einstæðri náttúru, sögu og menningu. En við erum líka rík af fólki með ólíkan bakgrunn, fjölbreytt tungumál, trú, siði og lífsýn. Það er einmitt þessi fjölbreytileiki sem gerir samfélagið okkar að því sem það er, sterkt og öflugt samfélag fyrir alla. Við höfum á undanförnum árum og áratugum orðið vitni að því hvernig nýir íbúar hafa komið inn í sveitarfélagið okkar og lagt sitt af mörkum. Í skólastarfi, í atvinnulífi, menningu og félagsstarfi. Það er ekki sjálfgefið, en það er okkur afar dýrmætt. Fjölmenning er nefnilega ekki einhver einskiptis áskorun sem við þurfum að leysa. Hún er í raun mikil gæði sem við þurfum að kunna meta og tilenga okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Hún kennir okkur auðmýkt, víðsýni og mikilvægi mannlegrar samkenndar. Ef einhvern tímann hefur verið þörf á samkennd í heiminum, þá er það ekki síst í dag, þar sem talsvert bakslag á heimsvísu hefur orðið í þeim málum.
Fjölmenning líka góð áminning það hversu ólík við getum verið, án þess þó að vera ósammála í grundvallaratriðum. Við getum borið virðingu fyrir menningu og siðum hvers annars á sama tíma og við sameinumst að byggja betra samfélag fyrir alla. Við hér í Rangárþingi eystra og Íslandi öllu eigum að leggja áherslu á að allir íbúar óháð uppruna eigi að upplifa að þeir séu fullgildir þátttakendur í samfélaginu okkar. Það þýðir ekki aðeins að við bjóðum fólk velkomið, heldur að skapa rými þar sem að allir geta tekið þátt, haft rödd og síðast en ekki síst haft áhrif á mótun síns samfélags. Kærar þakkir til allra þeirra sem koma að skipulagi og utanumhaldi hátíðarinnar. Hér í Rangárþingi eystra samfélag sem stendur saman óháð uppruna, samfélag þar sem fjölbreytileiki ekki aðeins til staðar, heldur hann virtur og fagnað. Vel gert allir. Og að lokum, gleðilegt sumar, kæru íbúar í Rangárþingi eystra. Held ég þóra fullera með að við veðrið síðustu daga og því sem spáð framundan að það sé sannarlega komið. Þó svo að veturinn hafi farið okkur nokkuð mildum höndum, tökum við að sjálfsögðu fagnandi á móti góðu sumri. Heyrið því fleygt að einhverjir telja okkur eiga það inni miðað við það sem okkur var boðið upp á síðasta ári. Það má vel vera, en sama hvernig það fer þá getum við litlu það breytt og tökum því sem að höndum ber. En eitt víst, það eru bjartir tímar framundan og gaman að vera til í Rangárþingi eystra. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Einhverju sem vilja taka máls undir liðnum minnisblað sveitarstjóra? Ef svo ekki, þá höldum við áfram og annar liður á dagskrá ársreikningur Rangárþings eystra 2024, seinni umræða. Endurskoðaður ársreikningur Rangárþings eystra 2024 lagður fram til seinni umræðu í sveitarstjórn. Einnig liggur fyrir fundi endurskoðunarskýrsla 2024. Einhverju sem vilja taka til máls? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að fylgja svona aðeins eftir þessari framlegningu á ársreikningi Rangárþings eystra 2024. Já, það ánægjulegt að standa hér í dag og kynna niðurstöður endurskoðaðs ársreiknings sveitarfélagsins. Ljóst á niðurstöðum hans að fjárhagsleg staða sveitarfélagsins byggir á traustum grunni og sterk. Heildarvelta sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta 2024 nemur 3.731.000.000 króna og 185 milljónum krónum yfir áætlun. Samtals eru rekstrartekjur A-hluta 3.455.000.000 krónar en áætlun gerir ráð fyrir 3.282.000.000 króna. Rekstrarniðurstaða A-hluta jákvæð 410 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu að fjárhæð 144 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða samantekinna reikningsskila sveitarfélagsins jákvæð 520 milljónir. Og afkoman 334 milljónir króna betri en áætlun gerir ráð fyrir. Kannski að biðja fundarritara þess að skjal inn í málinu þannig að það má setja það á skjálfinn þannig að fundamenn geti séð það. Ég held það áfram. Í rekstri sveitarfélaga sérstaklega mikilvægt að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu á A-hluta til að tryggja fjárhagslega sjálfbærni sveitarfélagsins. Hefur það verið eitt af fjárhagslegum markmiðum núverandi sveitarstjórnar og þetta í 3. árið í röð sem A-hluti skilar jákvæðri niðurstöðu. Þessi niðurstaða bendir til stöðugs og heilbrigðs rekstrar. Aðalmarkmiðið í rekstri sem þessum á þó ekki að vera að hámarka hagnað, heldur tryggja grunnþjónustu til íbúa með sanngjörnum álögum. Í því samhengi mikilvægt að minnast á að hluti hagnaðar A-hluta bókfærður söluhagnaður að upp að 102 milljónir af eignum sem seldar voru á árinu. Sá hluti hagnaðar einskiptis aðgerð og því ekki hluti af venjubundnum rekstri sveitarfélagsins. Tekjur ársins voru 185 milljónum yfir áætlun á sama tíma og útgjöld sveitarfélagsins voru 75 milljónum undir áætlun ársins. Afskriftir og fjármagnsgjöld voru 74 milljónum undir áætlun og rekstrarhagnaður ársins því langt umfram væntingar. Íbúum sveitarfélagsins heldur áfram að fjölga en þeir voru 2073 þann 1. janúar 2025 og hefur fjölgað 66 á milli ára.
Það dylst engum íbúa að mikil uppbygging hefur átt sér stað innan sveitarfélagsins undanfarin ár. Hvert sem litið eru íbúðar og atvinnuhúsnæði í byggingu, bæði í þéttbýli og dreifbýli. Það mikilvægt að sveitarfélagið fylgi þessum vexti og að innviðir haldi í við aðra uppbyggingu. Til þess að það sé hægt þarf reksturinn að skila nægjanlegu handbæru fé til afborgana lána og uppbyggingu og innviðum og nýfjárfestingu. Árið 2024 tókst það og gott betur. En í upphaflegri áætlun var gert ráð fyrir lántöku vegna fjárfestingar, en niðurstaða ársins sú að ekki var þörf á nýrri lántöku. Fjárfestingar voru umtalsverðar á árinu 2024, en fjárfest var fyrir tæplega 394 milljónir. Helst ber að nefna 200 milljón króna uppbyggingu við bílastæði og klósetthús við Skógafoss. Viðgerðir á Hvolsskóla fyrir 20 milljónir, tækjakaup í áhaldhúsi fyrir 15 milljónir, fjárfest var í vatnsveitu fyrir rúmar 5 milljónir og keyptur var 50% hlutur ríkisins í 2 einbýlishúsum í Stóragerði 11 og 13. Ráðist var í gatnagerðarframkvæmdir fyrir 68 milljónir, en til lækkunar á þeim voru tekjur af gatnagerðargjöldum 75 milljónir. Nettó fjárfesting ársins var því 320 milljónir, sem eins og áður sagði var öll fjármögnuð af eigin fé. Á niðurstöðum ársreiknings okkar má sjá að rekstur sveitarfélagsins í góðu jafnvægi og getum við horft björtum augum til framtíðar. Að lokum vil ég koma á framfæri kærum þökkum til sveitarstjórnar, starfsmanna sveitarfélagsins og endurskoðenda fyrir sinn hlut í þessum frábæra árangri. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Hrafn, gjörðu svo vel. Oddviti, aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar nú bara aðeins að koma hérna upp og taka undir með Antoni Kára að það virkilega gaman að sjá hvernig útkoma á ársreikningi síðasta árs kemur og hvernig reksturinn sé í góðu jafnvægi. Það sérstaklega ánægjulegt finnst mér að sjá skuldahlutfallið okkar lækka aftur. Sérstaklega þegar maður hefur í huga að það stutt síðan við vorum að byggja hér stóran og glæsilegan leikskóla sem var alveg gríðarlega stór fjárfesting á okkar mælikvarða og í rauninni fjárfesting sem alveg ótrúlega hátt hlutfall af veltu sveitarfélagsins á hverju ári sem við vorum að taka þarna. Þannig mér finnst mjög ánægjulegt hversu fljótt við erum að ná jafnvægi eftir þá stóru framkvæmd. En það er samt þannig að við erum með gríðarlega uppbyggingu og mikla íbúafjölgun núna. Þannig að það er enn mikilvægara að sveitarfélagið sé í sterkri stöðu til að halda áfram að geta veitt þá góðu þjónustu sem við viljum gera og viljum skara fram úr og gera okkar besta fyrir íbúana. Því að vandi getur fylgt vexti eins og stundum sagt og við þurfum áfram að vera á tánum og gera okkur grein fyrir því að þó niðurstaðan sé fagnaðarefni og hljóma upp á einhverja 500 milljónir að þá er viðgerð á einni götu og kannski 200 milljónir. Þannig að þetta er nú líka fljótt að fara en bara virkilega fagnaðarefni. Mér langar bara að þakka starfsfólki og öðru sem að þátt að eiga í þessari jákvæðu niðurstöðu fyrir velunum störf. Takk fyrir mig. Takk fyrir Hrafn. Eru fleiri sem vilja koma í pontu undir þessum lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, oddviti, aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég held að það sé vel við hæfi að óska oddvitanum til hamingju með daginn, afmælisdaginn, en að ársreikningnum. Þá er ég þarna tekið undir með þeim félögum Antoni Kára og Rafni og lýsi yfir mikil ánægju með niðurstöðuna. Þetta er virkilega jákvætt og það eru ekki öll sveitarfélög sem standa í þessum sporum í dag að vera með ársreikning sem er að sýna þennan árangur. Og ég held að það sé alveg rétt hjá sem Anton Kári sagði að vönduð þarna áætlunarvinna og samheldni sveitarstjórnar að skila gríðarlega góðum árangri og það er frábært. Og mér langar að þakka öllum sveitarstjórnarfulltrúum fyrir og starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir samstarfið í þessari áætlunar og vinnu sem við erum að sjá núna
birtast. Það eru vissulega eins og Rapp kom inn á áðan að það eru áskoranir og við erum í gríðarlegri uppbyggingu og svo uppbygging mun vonandi halda áfram og þá er mjög mikilvægt að við stöndum svona vel og að skuldirnar okkar séu að fara lækkandi í hlutfalli af tekjum. Það er samt, ef við horfum á fjárfestingahlutann, við erum að fjárfesta þarna fyrir 320 milljónir, eitthvað svoleiðis. Við gerum ráð fyrir töluvert meiri fjárfestingu og ég brýni þarna sveitarstjórna að við reynum að fjárfesta miðað við áætlun og komum mikilvægum framkvæmdum að stað eins og til dæmis gangstígum og hjólastígum sem við erum með hérna innan bæjar og höfum fengið ábendingar að sé ekki í lagi. Ungmennaráðið okkar talar lýsingu og gangstíga, að við reynum að koma þeim framkvæmdum að stað og látum það ekki og eignirnar okkar halda þeim við og einhvern veginn lenda ekki í innviðaskuld því að við vitum það að það getur þarna komið í bakið á okkur. En til að loka þessu þá ég verulega ánægður og þakka fyrir samstarfið í þessu. Takk. Takk fyrir Bjarki. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ég vil bara segja, ég vil bara þakka þeim sem hér sitja í sveitarstjórn og sitja í sveitarstjórn fyrir gott samstarf varðandi fjárhagsáætlun og annað hérna hjá okkur og ekki síður að þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vel unnin störf og PFC fyrir endurskoðun og þann hluta af þessu. Þetta bara vel að verki staðið og vonandi bara getum við haldið áfram á þessari vegferð á komandi árum. Fleiri sem vilja taka til máls? Nei, þá ætla ég, þetta nú búið að fara vel yfir hérna tölur og annað, ég ætla að lesa hérna bókun og síðan bera upp ársreikning 24 hérna til samþykktar. Rekstrarniðurstaða á B-hluta var jákvæð 520 milljónir og niðurstaða A-hluta var jákvæð 410 milljónir króna. Eigið fé í árslok 2024 nam 3.901 milljón króna samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A- og B-hluta og 3.612 milljónum króna fyrir A-hluta. Handbært fé frá rekstri A- og B-hluta var 914 milljónir króna en 769 milljónir króna í A-hluta. Veltufjárhlutfall var 1,7 í A- og B-hluta og 1,286 í A-hluta. Skuldir og skuldbindingar A- og B-hluta námu 2.606 milljónum króna í árslok 2024 en 2.666 milljónum króna í A-hluta. Skuldahlutfall A- og B-hluta í árslok 2024 var 77,2% og skuldaviðmið 38,8% sem langt undir 150% hámarki viðmiðunarreglna samkvæmt reglugerðum fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Ég ætla þá næst að bera ársreikning Rangárþings eystra 2024 upp til samþykktar. Þau sem samþykkja gefa merki og hann samþykktur samhljóða. Næsta mál á dagskrá, mál númer 3, gatnagerð Lyngmói Höfðavegur. Auglýst var eftir tilboðum í verkið Lyngmói Höfðavegur í apríl. 2 tilboð bárust og þann 7. maí voru tilboðin opnuð á skrifstofu Rangárþings eystra að Austurvegi 4 að viðstöddum þeim bjóðendum sem það kusu. Niðurstaða útboða var eftirfarandi: gröfuþjónustan og smávélar 67.961.700 krónur, stórverk EHF 72.374.380 krónur. Kostnaðaráætlun verkkaupa hljóðaði upp á 63.457.770 krónur. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá
ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Yfirferð verktilboða og yfirferð hæfnisskilyrða útboðs- og samningsskilmála hefur verið unnin af verkfræðistofunni Eflu fyrir hönd Rangárþings eystra. Ekki voru gerðar neinar athugasemdir við hæfnisskilyrði útboðs- og samningsskilmála er sveitarstjóra falið að ganga til samninga við lagsbjóðanda, Smávélar EHF og Gröfuþjónustuna Hvolsvöll EHF. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 4. liður á dagskrá, framlög til úrbóta í aðgengismálum fatlaðs fólks. Lagt fram erindi Berg Risans þar sem sveitarfélög á Suðurlandi eru hvött til að sækja framlag til jöfnunarsjóðs til úrbóta í aðgengismálum fatlaðs fólks. Einhverju sem vilja taka hér til máls? Anton Kári, gjör svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætlaði bara rétt aðeins að koma inn á þessi framlög. Ég ætla að þakka fyrir þessi framlög frá Jöfnunarsjóði. Þau eru okkur mikilvæg og við erum eitt af þeim sem er reyndar aðeins sorglegt, eitt af þeim fáu sveitarfélögum á Suðurlandi sem höfum verið að nýta okkur þetta framlag. Þetta er í rauninni bara peningar sem tiltölulega einfalt er fyrir sveitarfélögin að ná í til þessara framkvæmda í aðgengismálum. Við getum kannski tekið bara sem dæmi hvað við höfum verið að nota í hér. Við höfum verið að nota fjármagn sem hlutdeild í kostnaði við niðurtektir í gangstéttum og merkingar og þess háttar, hraðaendranir og gangbrautir og gera þær í rauninni aðgengilegar. Við höfum gert það til þess að laga aðgengi hér á skrifstofunum okkar og við höfum gert það til þess að laga aðgengi á vissvinnustanum okkar og þetta bara, það munar, okkur munar þessar peninga. Og ég ætlaði kannski bara að hvetja önnur sveitarfélög til þess að nýta þetta því að það er líka sorglegt þegar það býðst fjármagn til sveitarfélaga frá Jöfnunarsjóði að það skuli ekki vera nýtt. En við hin sveitarfélögum sem nýta það græðum kannski á því, þannig að kannski er þetta vitleysa hjá mér að hvetja til að sækja fjármagnið. En þetta bara er okkur mikilvægt og ég vil bara þakka skipulags- og byggingafulltrúa fyrir að halda vel utan þessi mál fyrir okkur á undanförnum árum. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn þakkar fyrir erindið. Rangárþing eystra hefur á síðastliðnu ári sótt styrk til aðgengismála og fengið. Sveitarstjórn felur skipulags- og byggingafulltrúa að sækja styrkinn og að halda utan verkefnið fyrir hönd sveitarfélagsins. Þau sem það samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá er aðalskipulag Mið-Eyjarhólmur. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði send aftur til Skipulagsstofnunar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eru einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og að hún verði aftur send til Skipulagsstofnunar og afgreidd í samræmi við 32. grein fyrirgefiði skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. mál, merkjalýsing Núpsbakki 4. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd til landskiptin og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt ásamt nýju staðfangi. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef ekki þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar ásamt nýju staðfangi. Þau sem staðfesta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá merkjalýsing Rauðuskriður. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd til landskiptin og leggur til við sveitarstjórn að þau verði samþykkt ásamt nýju staðfangi. Eitthvað hér sem að fundamenn vilja ræða? Ef ekki þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar ásamt hinu nýja staðfangi. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá er merkjalýsing Bergþórshvöll 2.
Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd í landsskiptinu og leggur til í sveitarstjórn og þau verið samþykkt ásamt nýju staðfangi. Eitthvað hér undir þessum lið sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar ásamt hinu nýja staðfangi. Þau sem það staðfesta gefa merki og það er staðfest samhljóða. 9. liður, merkjalýsing Bergþórshvoll 3. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landsskiptinu og leggur til við sveitarstjórn og þau verið samþykkt ásamt nýju staðfangi. Eitthvað sem vill ræða eitthvað hér undir þessum lið? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar ásamt hinu nýja staðfangi. Þau sem staðfesta gefa merki og það er staðfest samhljóða. 10. liður er aðalskipulag Ytra Seljaland Bollavellir. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagslýsingi verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar fyrir auglýsingu samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur einnig til að aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagstillagan verði auglýst samhliða ásamt því nú er ég alveg komin hérna út víðan völl. Ég ætla að byrja aftur þessa setningu. Nefndin leggur einnig til að aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagstillagan verði auglýst samhliða ásamt að fara fram á fyrirgeð. Það er gott að fá hérna aðstóð úr fundarsal eða allt fyrir skrúfuna. Ásamt að fara fram á samgöngumat fyrir svæði frá Markarfljóti til og með Sandhólmavegi verði unnið samhliða deiliskipulagstillögunni. Einhverju sem vilja ræða eitthvað undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir framkomna tillögu. Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 11. liður á dagskrá, það er aðalskipulag Seljaland-Sel. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn aðalskipulagslýsingin verði send til skipulagsstofnunar til yfirferðar fyrir auglýsingu samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin leggur einnig til að aðalskipulagsbreytingin og deiliskipulagstillagan verði auglýst samhliða ásamt því að fara fram á samgöngumat fyrir svæðið frá Markarfljóti til og með Sandhólmavegi verði unnin samhliða deiliskipulagstillögunni. Þau sem staðfesta, ég á eftir að lesa upp bókunina, ég kom hérna aðeins fram úr mér. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði send til skipulagsstofnunar til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 12. lið á dagskrá, það er deiliskipulag Kirkjulækjar Kotbakki 1. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjum sem vilja tjá sig hér? Ef ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst 13. liður á dagskrá, það er deiliskipulag Langanesbyggð frá 1995-2021. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu, leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði kynnt fyrir lóðarhöfum og auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Er einhvað hér sem að
fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja gefa merki og það samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá, deiliskipulag ytri skógar, tjaldsvæði og bílastæði. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn tillagan verði send til Skipulagsstofnunar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá les ég eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja það gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Liður 15 á dagskrá fundarins deiliskipulag Ormsvöllur og Dufþaksbraut. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði send til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og afgreidd samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að tillagan verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þau sem samþykkja það gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 16. lið á dagskrá fundarins. Það framkvæmdaleyfi hitaveitulögn frá Djúpadal að Hvolsvelli. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til staðfestingar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þau sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við næst komin í fundargerð. 17. liður á dagskrá fundargerð byggðarráðs, 278. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 278. fundar byggðarráðs. Eitthvað í fundargerðin sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni. Þau sem hana staðfesta gefa merki. Hún staðfest samhljóða. 18. liður á dagskrá, Bergrisinn 84. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 84. fundar stjórnar Bergrisans. Eitthvað í þessari fundargerð Bergrisans sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá höldum við áfram í dagskráni og förum í 19. lið. Það opið bréf til sveitarstjórna, skaðsemi vindorkuvera. Lagt fram til kynningar opið bréf til sveitarstjórna skaðsemi vindorkuvera. Eitthvað í þessu sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá förum við í síðasta lið á dagskráni. Lið nr. 20, það heilbrigðiseftirlit. Jarðboranir eru starfsleyfisskyldar. Lagt fram bréf heilbrigðiseftirlits Suðurlands þar sem vakin athygli á því að ef markmiðið að uppfylla skilyrði laga og reglugerða mengunarvarnir þarf að líta til umfangs borverkana, hversu stór bortæki og hversu mikla líkur séu á umtalsverðum umhverfisáhrifum, þá ljóst að þau hljóta að teljast starfsleyfisskyld. Jafnvel þó að í gildi sé rannsóknarleyfi. Einnig vakin athygli á að rannsóknarleyfi til jarðborana eru ekki leyfi til rannsóknarleyfi er ekki til ég ætla að byrja aftur hérna. Það verður að hlæja að mér hérna í fundarsalnum, þetta orðið svo slæmt. Ég biðst afsökunar á þessu. Einnig vakin athygli á að rannsóknarleyfi til jarðborana
eru ekki leyfi til jarðborana enda kemur slíkt fram í umsókn rannsóknarleyfi. Þetta lagt fram til kynningar einhverju sem vilja ræða eitthvað undir þessum lið. Ef svo ekki að þá slít ég fundi og þakka þeim sem voru með okkur hérna í beinni útsendingu í dag. Takk.